Nýsköpunarmiðstöð Íslands starfar á 8 stöðum á Íslandi. Hún hefur aðalstöðvar á Keldnaholti í Reykjavík, þar sem eru 2 meginstarfsstöðvar, Vesturholtið með byggingarrannsóknum og Austurholtið með öðrum rannsóknum og þróun. Og auk þess komum við að 9 frumkvöðlasetrum víða á landinu, þar sem 100 viðskiptatækifæri eru unnin af 300 manns. Á næstu mínútum munum við fara landið, heimsækja starfsstöðvar okkar og ég bið ykkur vel að njóta. Komið sæl, ég heiti Frosti Gíslason og verkefnastjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands í Vestmannum. Ég ætla að segja ykkur í örstuttu máli frá þeim verkefnum sem við höfum verið að vinna að undanförnu. Helsta verkefnið okkar hefur verið rekstur á Fabla-smiðju sem er smiðja með tækjum og tólum til að búa til nánast hvað sem er. Smiðjan hefur verið nýtt af frumkvöðlum, fyrirtækjum og nemendum til þess að koma hugmyndum sínum í áþreifanlegt form og þróa vörur. Samhliða rekstri smiðjunnar höfum við rekið öfluga fræðslustarfsemi á sviði stafrænnar framleiðslutækni á grunnskóla, framhaldsskóla og milli framhaldsskóla háskólastigs í hinu svokallaða Fab Academy sem leiddur er af Dr. Neil Gershenfeld, prófessor í MIT háskólanum í Boston. En núna eru starfræktar 50 Fabla-smiðjur allan heim sem við erum í nánu samstarfi við. Dæmi vöruþróunarverkefni sem við vinnum að er margmiðlunartorg með margmiðlunarfyrirtækjum í Vestmannum og vöruþróunarverkefni á sviði loðnursókna með fiskvinnslufyrirtækjum í Vestmannum. Auk þessa höfum við verið að vinna að verkefnum á sviði orkumála Vestmannaeyja með HS Veitum og Háskóla Íslands. Við höfum mótað orkustefnu fyrir Vestmannaeyjar og erum nú að vinna að undirbúningi með HS Veitum að uppsetningu á varmadælum sem munu koma til með að spara orkunotendum í Vestmannum umtalsverða fjármuni. Ég heiti Tinna Björk Arnardóttir og er starfsmaður Nýsköpunarmiðstöðvar á Höfn í Hornafirði. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá mínum helstu verkefnum. Kannski ber fyrst að nefna hagleiksmiðjuverkefni sem á ensku nefnist Economy Museum. Þarna hefur verið að auka aðgengi almennings að handverksfólki með því að opna þessar hagleiksmiðjur. Þar sem verður sýnt handverkið og saga þess og fólki gefst tækifæri á að fylgjast með listamanninum vinna. Við erum búin að opna eina svona hagleiksmiðju á Djúpavogi sem heitir Arfleifð og það er í vinnslu að opna aðra á Sauðárkróki sem verður hjá Sjávarlæðri. Krásir er annað verkefni sem ég hef verið að vinna að. Það er matur og héraði, þarna er verið að styðja vöruþróun á mat úr staðbundnu hráefni og þarna hafa komið margar skemmtilega vörur, svo til dæmis skýrkonfekt frá erpstöðum, rjómabúinu erpstöðum og eins hefur verið gerður bjór úr vatni frá Vatnajökli, þannig að það er margt skemmtilegt að gerast þar. Þriðja verkefni sem ég ætla að segja ykkur frá og síðasta verkefnið er Eco-Tro-Food. Þetta er nýtt stórt Evrópuverkefni sem Nýsköpunarmiðstöðvar þátttakandi í. Þarna er samstarf Frakkland, Spánverja, Ítala og Belga ásamt okkur og þannig verið að vinna að auka vistvæna nýsköpun í matvælaiðnaði. Þetta verkefni verður svolítið tvískipt. Það er annars vegar samkeppnir viðskiptahugmyndir meðal háskólanema og hins vegar verður síðan haldin fórum þar sem litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem eru að vinna í vistvænni nýsköpun verður gert kleift að hitta fjárfesta og fyrstu notendur. Sæl, Grísbjörg heiti ég og starfsmaður Nýsköpunarmiðstöðvar Austurlandi. Ég ætla að segja ykkur einkum frá 4 helstu verkefnunum mínum. Ég ætla að byrja á verkefni sem er tengt Norðausturskýrslunni en það eru aðallega ferðaþjónustu klasar á jaðarsvæðunum og það eru núna erum við að starta 3 nýjum verkefnum á Breiðdalsvík, Djúpavogi og Vopnafirði og þau eru öll mjög ólík þó við séu á sama sviði þar sem svæðin eru mjög ólík. Síðan er það vöruþróunarverkefni sem ég er að vinna með Húsavík og það er samvinnuverkefni á milli okkar. Við erum að tengja saman vöruhönnuði og framleiðslufyrirtæki til þess að skapa nytjavörur fyrir svæðið. Álverkefni er eitt af mínum stóru verkefni núna og það er samvinnuverkefni með honum Eyjólfi Epal og þar sem við erum að leiða saman 15 hönnuði til þess að búa til allavega 15 nytja hluti úr áli og verður þetta kynnt á Hönnunarmars nú 23. mars. Handleiðsla það er nóg eftirspurn eftir handleiðslu á Austurlandi og til að sýna ykkur hversu mikilvæg hún þá kom til mín ungur uppfinningamaður daginn
með tæki sem hann hannaði til þess að sem til dæmis geti nýst fyrirtækjum eins og Alcoa. Við erum búin að fara niður í Alcoa með svona smá smíði af þessu tæki og kynna það. Og þar var því tekið gríðarlega vel og menn spenntir fyrir þessu því að þeir sá strax þörf fyrir þetta. Núna erum við bara að vinna að fjárfestakynningu og sækja styrk til þess að vinna prótótýpur fyrir þetta tæki, þannig að þetta er komið mjög langt á veg. Og öll þessi verkefni eru mjög spennandi og sýna það hvað þau eru mikilvæg fyrir svæðið. Ég er mjög stolt af þeim. Það er mikið líf og mikið að gerast á Austurlandi. Ég heiti Sigurður Steingrímsson og vinn á starfsstöð Nýsköpunarmiðstöðvar á Akureyri. Þar starfa nú 5 manns. Það sem einkennir starfsstöðinni er mikla breidd í þjónustunni, allt frá fyrstu fræðslu til frumkvöðla til þjónustu við öflug fyrirtæki. Fræðslan, brautagengi og sóknarbraut er í höndum Selmu Daggar Sigurjónsdóttur en samkvæmt könnunum eru tæp 60% þátttakenda með starfandi fyrirtæki. Arnheiður Jóhannsdóttir kennir á námskeiðinum en er auk þess með mikilvægt verkefni í rafrænni þjónustu við frumkvöðla. Elín Aradóttir veitir frumkvöðlum handleiðslu allt land og tekur aukið í verkefnum vaxtarsprotum sem er samstarfsverkefni Framleiðnisjóði. Átak til atvinnusköpunar og frumkvöðlastyrningum er í höndum Guðmundar Óla Hilmissonar en út af þeim verkefnum hafa fjölmörg fyrirtæki sprottið. Handleiðsla og þjónusta við starfandi fyrirtæki er mikilvæg og þar er í gangi verkefni vetrarferðaþjónustu á Norðurlandi, verkefni með Slippnum á Akureyri þar sem afgangshiti frá bátum er notaður til þess að búa til krap eða ís. Það er verkefni með Þýr-X á Ísafirði sem lítur að því að fylgjast með og nýta þann hita sem verður til við uppþýðingu eða glatfarma og einnig erum við verkefni með RAF á Akureyri sem er að blanda óson í laugarvatn og losa okkur þannig við klór sem er mörgum óþægilegur. Sæl, ég heiti Sólveig Ýr Sigurgeirsdóttir og starfa á skrifstofu Nýsköpunarmiðstöðvar á Húsavík. Við erum 2 á skrifstofunni, ég og Erla Sigurðardóttir. Við komum að mörgum verkefnum og Erla sér verkefnastjórn vaxtarsprotanámskeiðanna. Við höfum verið að styðja ferðaþjónustuklassa á svæðinu og þar má nefna Fuglastíg sem er tengt fuglatengdri ferðaþjónustu og Norðurhjara sem er klasi ferðaþjónustaðala frá Kelduhverfi að Bakkafirði. Við höfum styrkt heilsutengt verkefni á Húsavík og í Mývatnssveit. Það eru 2 vöruþróunarverkefni í deiglunni, annað í samstarfi við Matís og annað sem við erum að vinna með starfsstöðina á Egilsstöðum og snýr að því að stefna saman vöruhönnuðum og framleiðslufyrirtækjum á svæðinu. Ég hef verið að vinna að verkefni sem nefnist Garðarshólmi sem snýr að uppbyggingu fræðslu, rannsókna og frumkvöðlasetri á Húsavík þar sem náttúruauðlindir svæðisins verða notaðar til fræðslu, rannsókna og uppbyggingu atvinnulífs á sjálfbærum grunni. Halló, ég heiti Þorsteinn Broddarsson og er starfsmaður Nýsköpunarmiðstöðvar á Sauðárkróki. Á Sauðárkróki er svona það bil 1,5 starfsmaður. Það er ég sem að sinni þessum helstu verkefnum Nýsköpunarmiðstöðvar, handleiðslu við matvælafyrirtæki, lítinn afþreyingarklasa sem er að gera kvikmyndir og hljóðupptökur og annað slíkt og ýmis önnur verkefni sem dettin á borð hjá mér. Við erum líka að hugsa dálítið mikið orkumál. Við erum með stórt metanverkefni sem við erum að reyna að koma á fætur og vorum líka að vinna reiknilíkönum fyrir vatnsaflsvirkjanir og annað slíkt. Við erum líka nýbúin að opna FabLab-stofu á Sauðárkróki þar sem er hálfur starfsmaður okkar. Á FabLab-stofunni sem er samstarfsverkefni Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra, Nýsköpunarmiðstöðvar sveitarfélagsins og Hátækniseturs Íslands. Þar er ýmislegt skemmtilegt að gerast. Við ætlum að prófa að smíða skíði sem ég ætla að prófa að renna mér á páskana. Þið getið velkomið og hlegið að mér þar í brekkunum. Og við ætlum líka að prófa að smíða fiðlu, við ætlum að prófa að smíða báta og ýmislegt annað skemmtilegt sem við ætlum að fara að gera þar í FabLab á Sauðárkróki. Á starfsstöð Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands á Ísafirði vinnum við 2, ég Sigríður Kristjánsdóttir og Arna Lára Jónsdóttir og við sinnum fjölbreyttum verkefnum bæði staðbundnum á Vestfjörðum og svo út allt land. Við höfum meðal annars unnið að ferðamálatengdum klasaverkefnum í Skagafirði, á Austurlandi og á Vesturlandi líka og út á Snæfellsnesi jafnframt.
Á Vesturlandi höfum við verið með verkefni sem að kallaði Saga og Jökull og þar sem við erum mjög ánægð með og stolt af, þar sem 10 fyrirtæki tóku sér saman að búa til afurðir fyrir börn og ungmenni, ferðatengdar afurðir, menningartengdar. Á Vestfjörðum höfum við unnið að verkefni sem við kallum vöruþróun á Vestfjörðum, þar sem nokkur fjölda fyrirtækjum hefur farið í gegn með nýsköpun og þróun á afurðum. Við höfum einnig verið að koma með menntaskólanum á Ísafirði af því að búa til FabLab, undirbúningshóp til að koma FabLab á Ísafjörð og eins höfum við verið í svona ýmsum verkefnum sem tengjast bæði uppbyggingu, atvinnulífi og byggðaþróun á Vestfjörðum.